Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Komið sæl og verið velkomin í transfréttatíman sem eiginlega núna í dag Vogue tíðindatíminn og til minni komin svona okkar fréttaritari Arna Magnea Danks. Takk fyrir að mæta og vera til í tuskið og ræðum þetta mál sem að svona sumir eru búin að fá mjög mikið leið á nú þegar og segja sér allt og mikið það rætt en virðist vera samt að mörgum finnist þetta vera svona kjarni einhvern ágreining svona í okkar og einhver kannski svona pólskipti eða einhverja breytingu sem í gangi og þú hefur nú verið kölluð til í ýmsa fjölmiðla til að ræða þetta mál og sem sagt bara og þetta kom í kjölfarið á því að Sólveig Anna sagði við Rauða borðið að hún sagði eitthvað á þá leið að hún þyldi ekki þessa Vogue hugmyndafræði og þá virtist mann það vera sem sagt að því það væri kannski andstætt eða Vogueið hefði svona eða Vogue-flokkarnir kannski, Vogue-vinstriflokkarnir hefði svona látið stéttabaráttuna eiga sig og núna væru þeir sem væru að stunda stéttabaráttu ætluðu að láta Vogueið eiga sig eða hvernig snýr þetta svona við þér? Já, sko, þú veist, það ekkit Vogue án stéttabaráttu og eins og feministar bæði í fyrstu, annari og þriðju bylgju feminismans lögðu mikla áherslu á kvennalistinn á sín tíma þó þau hafi ekki notað þetta orð sem að náttúrulega bara innflutt orð frá Bandaríkjunum og orðið svona reglífa hugtak yfir alls konar baráttu, jafnréttis og mannréttindabaráttu en líka baráttu, sem sagt grænni baráttu það að segja umhverfisbaráttu og að þá náttúrulega þú veist jafnréttisbaráttan barátta stéttana, hún samofin kvennabaráttunni því að í gegnum tíðina þá hafa það náttúrulega verið konur fyrst og fremst sem hafa unnið það sem að Hulda Tortjes og maðurinn hennar Þorsteinn töluðu sig þriðju vaktina og það eru konur sem vinna launalausa vinnu það eru konur sem að vinna láglaunavinnu og eins og Sólveig hefur bent réttilega á, það rosalega mikið af konum að erlendu bergi brotnu sem vinna þessa vinnu og þær eru oft svona ósýnilegar í okkar þjóðfélagi og kannski ekki lyft eins hátt upp eins og við ættum að gera. Til dæmis í umræðinni og þegar flokkar ýta undir hálfgerð svona innflytjenda hatur og ala og ótta gagnvart flóttafólki að þá flóttafólk bara sko brotabrot af þeim innflytjendum sem kom til Íslands langmest af þessum innflytjendum sem hérna koma af Schengen-svæðinu og hérna löglega og það sama gildur Íslendingar eru út allt að læra, mennta sig ferðast og jafnvel bara fara út í ævintýramennsku og vinna við hitt og þetta og okkur þykir það sjálfsagt að því að við erum þú veist með ákveðin hroka sem að Sólveig held ég og ég ætla ekki að fara að segja hvað hún meinti því þá var ég náttúrulega bara hrokafull en ég svona mér fannst að hún var að benda og það svona ákveðin hroki ákveðin svona mentarhroki sem að gera verkum að við sem svona hvít og þokkalega vel menntuð þjóð okkur finnst alveg bara sjálfsagt mál að við ferum út kvipin og kappin en ætlum síðan að banna fólki frá þessu sömu löndum og við erum að fara og vinna og starfa mennt okkur að koma til Íslands nú til dæmis hefur það vaxið alveg gífurlega bara út af því hvað námið orðið dýrt, það að segja læknisfræðinámið, læknanámið að læknar eru að mennta sig það sem að var áður kallað þú veist á bakvið járntjaldið sem sett í Austur-Evrópu og að koma tilbaka með alveg prýðismenntun og mjög góða menntun en þú veist þetta eru lönd þar sem að oft mikil fátækt
og þetta eru lönd sem eru í ESB eða EES eða á Schengen og þau mega koma hingað og að vinna og við þurfum að fara að horfa á þetta fólk ekki sem við og hinir heldur, þetta eru bara allt saman við og þannig að stéttabaráttan er náttúrulega bara hluti af þessu mengi hún er alveg jafn mikið vóg eins og allt hitt en eins og Alexandra Brím borgarfulltrúi benti á að þá er þetta vóg náttúrulega innflutt orð og kannski nær ekki vel að útskýra þú veist íslenska veruleika og hvernig allt er samofið hérna á Íslandi það er miklu styttra á milli okkar það er miklu styttra á milli fólk sem að er langskóla gengið og fólk sem að er þú veist hefur hætt eftir grunnskóla okkar svona hæst launuðustu stöður eru oft stöður eins og að vera vinna sem hásæti á skipi ef þú ert á góðu skipi þá ertu með margfalt sem eru laun heldur en læknir á spítalanum þannig að menntun og síðan hvað við segja þjóðfélagsstaða þeir geta alltaf hönd í hönd en aftur á móti þú veist þá er baráttan svolítið öðruvísi og baráttan okkar er fyrir virðingu fyrir þar að segja að við berum virðingu fyrir hverjum og einu okkar burtséð frá stöðu en líka burtséð frá kyni, kynvitund, kynhneigð, húðlit, trúarbrögðum eða fötlun og það er skortur þar á og það er þá getum við sagt og þýtt þetta hugtak vóg að vera vakandi að vera vakandi fyrir umhverfin okkar að vera vakandi fyrir hættulegum og ógnandi breytingum í samfélaginu og raun og veru þá skiptir ekki máli hvort það er hægra megin eða vinstra megin þetta snýst að annarkvort vill fólk fara aftur á bak þar sem að hlutinu voru á ákveðin hátt þar sem að konur höfðu lítil sem engin völd þar sem kallarnir réðu öllu og stéttaskiptingin var afgerandi og allt var mjög skýrt eða við viljum fara fram á við og þá viljum við vinda ofan að þessari stéttaskiptingu en við getum heldur ekki sagt að einhver sem að er búin að eyða gífurlegum fjármunum í fjárfesta í sjálfum sér við að mennta sig að hann eigi að hafa sömu laun og einhver sem að er ekki með neina menntun það er síðan bara allt annar og allt önnur umræða allt annar kapitúli hins vegar ætti það að vera skýr krafa og vera skýr krafa okkar allra að við öll getum lifað af laununum okkar og við öll eigum að geta lifað af bara einu starfi en ekki þurfa alltaf að vera vinna 2 og 3 og 4 störf bara til þess að ná endum saman. En þetta er náttúrulega virðist eins og þú segir þessar ólíku svona baráttu leiðir þær skarast greinilega eða einhvers staðar er þetta kannski svolítið einhver vandalægangur í tengslu við þessa virðingu sem þú nefnir vegna þess að virðingin sem að minnihlutahópar sem er ekki endilega efnahagslegir minnihlutahópar eins og þú segir heldur virðing sem sagt þá er það einhver svona minnihlutahópar var að því að þeir eru taldir vera annars flokks en það kemur ekki endilega fram í launum heldur bara eru annars flokks sem krefjast þessar virðingar og viðurkenningar bara viðurkenningar á að vera og þá koma svona margir kannski sem að halda að þessi viðurkenning og virðing eigi að vera og við höfum talað um þetta áður hérna eins og verandi mannréttindabaráttu að það þýðir það að vera algjörlega sammála þú veist að ég þurfa að vera sammála öllum skoðunum á meðan þetta snýst að ég viðurkenni þína skoðun að þú hefur þína skoðun þetta er svolítið mikill munur og virðist svona aðeins tengjast þessu vók umræðu fyrst mér núna svo er annað sem að líka kemur fram í þessu eins og segir varðandi menntunina að þetta er ákveðin gagnrýni á þeir sem eru svona kannski róttækir og segja að vinstri hreyfingin hafi
raunverulega bara orðið ofvók. Það líka held í gagnrýni á þá sko háskólana, rannsóknarsamfélagið að þetta sé ákveðin hræsni, þetta sé vinstriflokka, pólitíkin og vísindasamfélagið skreyti sig með því að bera virðingu fyrir öllum, vera opið fyrir öllum, skreyti sig með því að vera vók en sé á einhvern hátt máttlaust þegar kemur að alvöru baráttu, sko. Alvöru stéttabaráttu. Til dæmis hafi stéttabaráttan dottið út. En heldur þú líka þessi tvískilningsháttur? Finnur þú stundum fyrir því að einhverju sé að skreita sig með að vera transvinir til dæmis og vera það síðan ekki og það sé raunverulega bara svona einhver hvítþvottur eða Já, það er náttúrulega tekt sko innan hinsins samfélagsins þessi bleikþvottur og það eru fyrirtæki út allan heim sem að stunda þennan bleikþvott að meðan það þykir í lagi að styðja eitthvað málefni og þá fer fólk á vagnin og styður að orðið en ekki borði og þetta á við svo margt í okkar samfélagi. Við sjáum það bara til dæmis að leið og Trump kemst í valda, bara leið, þá eru ákveðin stór fyrirtæki sem hætta að styðja Pride, hingað og þangað. Ekki bara í Bandaríkjunum, heldur út allan heim. Og við sjáum líka að þau hætta að stóra verslunarkeðjur sem seldu sko hinsegin fána og svona alls konar bara saklausa varning að þau hætti að selja hann af ótta við að meginstraumur samfélagsins væri núna orðin anti-vók en þetta náttúrulega alltaf skilgreining á hugtökum og hvernig þú og hvaða skilning þú leggur í orði vók og hvaða skilning þú leggur í orði skoðun. Því að, þegar fólk segir ég má hafa þessa skoðun, transfólk ógeðslegt. Þetta ekki skoðun. Ef þú setur í staðinn fyrir trans og setur bara orðið börn ógeðsleg. Myndi þetta í huga að segja þetta? Það myndi engum þetta í huga að segja þetta. Þannig að segja svona hluti ekki skoðun. Og við erum alltof oft að fela okkur á bakvið eitthvað sem skoðun, sem ekki skoðun. Og þegar manneski eins og ég, eða sem að búið að stimpla sem einhvers konar vókista, hægri vinstri, og mér finnst það bara allt í lagi, því að í grunninn þýðir vók bara að vera góð manneskja og þykja, og vera andum bara mannkyni í heild sinni og mannréttindi, að þá varandi skoðanirnar. Já, þegar fólk svona notar þetta, og segir að ég sé að beita það kúin, að ég sé að beita það ofbeldi, eða fólk eins og ég sé að beita það, ákveðnu ofbeldi með því að vera að segja við það, þetta ekki lagi, þetta ekki skoðun. Þá það leið að segja að það vill hafa réttinn til þess að níða mig fyrir hvað ég Það vill hafa réttinn á að líta á mig sem óaðri. Það vill hafa réttinn á að tala á þann veg og ber fyrir sig málfrelsi að það megi að það þurfi ekki að bera neina virðingu fyrir mér sem lifandi manneskju. Þannig að sko, þá erum við komin út í eitthvað allt annað og þá erum við bara komin út í það að við erum farin að rífast hvort að ég eigi og fólk eins og ég eigi yfir höfuð að hafa ykkur mannréttindi eða ekki. Þá það þeirra skoðun í raun og veru að ég eigi ekki að hafa mannréttindi og ég sé bara geðsjúklingur og þetta hefur fólk skrifað Þú hefur nú byrt núna og byrt í fjölmiðlum bara sko skelfileg ummæli sem að þú hefur fengið og já.
þér var bent á að safna því saman og stór merkilegt svona hatursorðræðu arkíf sem þar Já, ég meina í mörg ár þá náttúrulega bara, þú veist, eitt í þessu eða leiti þetta svona fram hjá mér, blokkeraði, þú veist, hægri vinstri og það var raun ekki fyrir en bara, þú veist, að ég var beðinn af lögfræðingi raun og veru að safna einhverju saman og og ég gerði það bara í smá tíma og það sem ég birti var bara brota því sem ég safnaði og og þú veist og ég náttúrulega ekki allsstaðar ég ekki inn á öllum grúppum, öllum síðum þú veist, ég ekki bara þú veist, stöðugt að skanna eitthvað svona þú veist, skítakomment yfir sjálfa mig þannig ég veit alveg þú veist, ég veit alveg að þetta bara pínulítið brot af ísjakanum en ég birti þetta að því að ég hef verið sökuð að ljúga ég hef verið sökuð að gera of mikið úr hatrinu og að benda á hatrið þá ég sjálf verið sökuð að hata fólkið sem að benda á eða að senda mér þessi haturskilaboð en þú veist ég hata engan og ég hata ekki þetta fólk heldur en ég ætla ekki að láta það vaða yfir mig og ég ætla ekki að leyfa hrekkjasunnum að vinna. Ég leyfði hrekkjasunnum að vinna einu sinni þegar það var ráðist á mig þegar ég var 11 ára af 8 strákum og mér var misþyrmt illilega og hópnauðgað og ég hef sagt það áður opinberlega og ég dó þann dag og það tók mig 30 ára að tala það og ég farið gegnum, þú veist, fjöldamargar áfallameðferðir til að vinna úr þeim áfallum sem ég gengi í gegnum. Þannig að, sko, ég hef rödd og ég tek valdið tilbaka og ég skila skömminni með því að tala þetta. Ef að fólki finnst ég vera að beita því kúgun að því ég að benda á þeirra skoðun innan gæsalappa sé fjandsamleg, þá verður bara að hafa það. Það verður bara að horfast augu sjálft sig. Þú veist, það og það bara staðreind leið og þú ferð að virða skoðanir sem eru bara manns fjandsamlegar og niðrandi þá það ekki skoðun. Þá það bara ofbeldi. En mér finnst svolítið mikill munur eins og þegar þú ert að lýsa þessu út frá þinni reynslu og ég veit ekki svo sem eins og með það réttin á að hafa skoðun eða réttin á að tjá skoðunina þú veist svona kannski hvort hægt að gera eitthvað greinamenn þar á eða svoleiðis en þú ert þarna að lýsa bara þú ert ekkert að setja þig í kannski dómarasæti eða lögreglusæti en þú ert að benda fólki á þú hefur tekið þér það vald eða tekið þér það hlutverk bara kannski ekki vald að benda fólki á að þetta sé hatursorðræða og segja fólki frá og svoleiðis. Mér finnst þetta vera eitt. Svo náttúrulega, að því ég hugsa sko gagnrýnin á Vogue mjög mikið einmitt varðandi skoðanalöggur og hvað megi segja og þetta anti-Vogue rökin eru þau að nú megi ekkert segja og það sé bara öllum slaufa sem eitthvað segja og svoleiðis. Ekki svolítið munur af þessu eins og þú ert að gera. Þú ert í samskiptum þína veruleika, þú ert að benda á og þú ert að kvarta undan raunverulega og benda á hatursorðræðu og bara mjög meiðandi skoðanir og bara skoðanir sem eru þýða það að raunverulega mannréttindin eru þá bara orðin tóm en til dæmis háskólafólk segjum sér svo að því núna hefur líka ég tala við kynjafræðing og það eru nákvæðin spjóti beinast að einhverjum sem eru að gagnrýna fólk sem talar ekki nóg og þar kemur einhvers eins og talaðu menntaelítuna mikið sem að þykist vita alltaf betur hvernig og að þetta líka falskur óvinnur? Manni finnst eins og sko þú sért mjög falskur, það get ekki verið að þú sért óvinnur stéttabaráttunnar og manni finnst heldur ekki kannski að kynjafræðingar séu óvinnir stéttabaráttunnar. Hvað finnst þér þennan óvinn? Sko málið ekki held að það sé miklu færri óvinnir heldur raunberi bitni og þegar fólk að tala það má ekki hafa skoðun á einu en einu lengur. Þú getur haft alveg hvaða skoðun sem og þú getur orðað þína skoðun hvar sem en orðum þú veist fylgja ábyrgð
og þú verður að vera ábyrgur gjörða þína og ábyrgur orða þína og þú getur ekki sagt hvað sem það eru bara lög sem segja, þú veist, það eru meiðyrði og annað. Þú getur ekki bara drulla við næstu mannesku þó þér líði þannig og ætlast til að segja, ég má bara segja það sem mér finnst. Ég meina það er til íslenskt máltæki sem segir oft má satt kurt liggja og það er bara, þú veist, nákvæmlega þannig. Í þessu tilviki kannski oft má ósatt kurt líka. Já, og aðgát skal höfði í nærveru sálar. Það er annað. Að við eigum ekki viljandi að vera að segja alls konar hluti til þess að meiða annað fólk. Það er bara, út á það gengur þetta. Að við höfum ákveðin gildi sem fólk og sem samfélag og að við séum trú þessum gildum og komum vel fram við annað fólk og komum vel fram við, þú veist, allt fólk. En hvað finnst þér þá svona þessa aðferð, til dæmis slaufunina og það talaði svona fórnarlambsvæðinguna og þú veist það sem talið vera hluti af vókinu og sumir, ég var eitthvað að sjá, þú veist, ekki vók, annars vegar þessi raunverulega bara eins og þú segir, grundvallar mannréttinda barátta og þessi inngildingar tilraun og svona vilji til þess að vera ekki með útilokandi samfélagsgerð og ekki hatursorðræði og svoleiðis. Og svo kemur þessi aðferð sem svörtu listarnir sem að kannski má segja komið úr fasismanum upphaflega, mikið úr hægristefnin og kannski einhver vókismi tekur það upp eða hvað segir þetta, þessa gagnrýni? Ég veit nú ekki hvernig ég á að svara þessu, þú veist, þetta er svona gagnrýni eins og slaufunarmenning og ég spyr mig hvar er þessi slaufunarmenning. Það hefur verið bent á menn sem hafa verið sakaðir fyrir kynferðisbrot, fræga menn og þeim hefur kannski þeir hafa mist smá vinnu í smá tíma en svo koma allt tilbaka. Þeim er ekki slaufað. En hver einasta manneskja sem hefur orðið fyrir kynferðisofbeldi, hún ber þau sár ævilangt. Hún er í ákveðnu fangelsi og hennar líf eins og það var áður verður aldrei eins og því lífi hefur verið slaufað. Þannig að það að krefjast þess bara að fólk beri ábyrgð, það er ekki slaufun. En fólk vill nota svona stór gífuyrði og nota orðið eins og slaufun og vókið er að ganga of langt og þá verður maður að spyrja sig akkur er þessi mikla reiði, akkur er þessi mikla mótspyrna og þá ferðu bara alveg í grunninn og þá snýst þetta völd og áhrif og að þeir sem hafa völdin og áhrifin að þeir óttast það að þeir sé að missa áhrif og völd og í staðin fyrir að horfa á völdin sín sem forréttindi þá eru þeir að horfa á völdin sín sem mannréttindi og að það sé verið að taka af þeim mannréttindi. En ég meina ef þú ert kúarinn á leikskólasvæðinu og kúar alla og það kemur einhver og stoppar þig af frá því að hreinlega að níðast á öllum hinum börnunum, er þá verið að taka af þér mannréttindi að því að það er mannréttindi að fá að níðast á öðru fólki? Nei, það er það ekki. Og það er það sem að við, þú veist, sem að feministar hafa bent á og þá væntanlega vókustar líka, því að þetta er samofið, að fólk þarf að bera ábyrgð og það skiptir ekki máli hver þú ert og hvaða stöðu þú gegnir, þú verður að bera ábyrgð. Jú, en svo er náttúrulega líka samt, verði ég þá að segja, að það sem auðvitað gerist samt er að því að þetta er orð á móti orði og þetta er náttúrulega sko þessi aðferðafræði með slaufunina kannski og affjúpun í fjölmiðlum og annað sko er kannski oft fyrir utan dómskerfið vegna þess að dómskerfinu er ekki treyst eða það er fullreynt í einhverjum málaflokkum sko. En þá verður þetta aldrei erfitt þegar
kannski það voðalega fá dæmi þar sem að farið með rangt mál, skilurðu, því það hlýtur alltaf getur komið upp. Það getur komið upp. Til dæmis að því við vitum það alveg að ofbeldisfólkið getur líka sem sagt verið með ákveðið vókrán og bara orð tekið ásakað hina ofbeldi og verið fyrri til, sko. Þú veist, það gengur oft alveg á víxl hérna dómendur hverjir eru narsisistar, þú veist, á milli. Þannig að ég er ekkert að draga úr, en ég er að segja að ég held að þetta sé svolítið ástæðan fyrir því að við erum á einhverju leyti sko varnarlaus gagnvart þessu, því að það er enginn síðan dómar, svona ferli fara á stað og hvernig áttu einhvern veginn að meta það sko á samfélagsmiðlunum. Hvort það hérna mitt verið að segja satt og rétt? Sko, nú eru bara margar rannsóknir og sem sýna fram á það að þó að það sé alveg staðreynd að það er stundum logið upp á fólk og við vitum að það gerist, að þá er það algjörlega í minnihluta. Það er bara pingulítið prósenta. Og ef að við ætlum að setja hverja einustu konu, því að þetta er í megninu og oftast er þetta konur sem verða fyrir kynferðislegu ofbeldi, samkvæmt bara lögregluskýrslunni, þá eru 97% brotaþola konur. Og það er bara samkvæmt skýrslu frá lögreglunni, frá Stígamótum, Bjarkarhlíð og Kvenréttindafélaginu, að þá er ekki nema brot sem kærir. Að því að það tekur mörg ár að kæra og þú getur ekki einu sinni kært ef það er bara orð á móti orði. Ég er nú eiginlega ekki að meina það, ég veit að þetta en ég er að meina annars konar. Ég bara er að koma að því að síðan er það bara að þú situr upp með sársaukann og þú ert ein með hennar sársauka, þú getur ekki kært, þú getur ekki gert neitt og það er búið að brjóta þig algjörlega niður. Þá reynur að endurheimta og skila skömminni. Þú reynir að skila skömminni og endurheimta eitthvað vald. Og þá kannski talar það við einhvern sem er nákominn, sem talar við einhvern annan og allt einu er þetta orðin að einhverju sögu. Þannig verða, þú veist, einhverju ákveðna einstaklingar slaufaðir. Og í flestum tilvikum þá er alveg, þú veist, fótur fyrir þessu sögusögnum, en það er ekkit alltaf. Og það er mjög erfitt að segja, já, það er þessi en ekki hinn. Og gallinn í þessu er ekki, þú veist, að benda á konunar og segja, já, þú veist, þið eru of róttakar, eða þið með ekki vera svona vakandi, eða þið með ekki vera svona miklu feministar. Heldur þurfum við að benda á hvar er sökin. Sökin er að sýnt og heilagt er réttaríkið að bregðast konum. Þar liggur hnífurinn í kúnni og þú veist, það er alveg fárlegt að þú veist, að það skuli einungis vera bara 5% þú veist, sakfelling í nauðgunarmálum. Þú veist, það er miklu hærra í öllum öðrum málum að því sönnunarbyrðin er svo gífurlega sterk að því að hún er skrifið þannig akkurat einmitt til þess að vernda gerundunar en hún er ekki skrifið til þess að vernda þolendur. Og þetta líka er svona ákveðin gasleysing og ákveðin afvegaleiðing á umræðinni að þegar fólk er að berjast fyrir réttindum, hvort sem það er í stéttabaráttu eða kvennabaráttu og kvennabaráttan er stéttabaráttu, að koma með hvað. En ef allir þessir sem eru saklausir og allir sem að eiga ekki skilið og er þetta nú ekki full langt gengið og þú veist, og ég náttúrulega fæ að heyra það reglulega, þú veist, áður en ég birti þetta, ég var sökuð að ljúga, ég var sökuð að gera of mikið úr hatrinu, ég var sökuð að mikleita fyrir mér, ég var sökuð að hreinlega búið þetta til. Og það er sífellt sönnunarbyrðin sett á minnihlutahópana. Ef einhver úr minnihlutahóp, hvort sem að það er kona af erlendu bergi brotnu, transkona
eða kona með dökkan húðlit, ef hún bendir á eitthvað svona misrétti, þá alltaf sagt henni, já, hvað sönnunin? Svo ég sýndi bara brot af því, brot af þessu hatri sem þarna úti, bara brot. Og þannig að, þú veist, ég sannaði þetta. En nú þegar eru komna raddir sem segja bara, já, þú veist, þetta nú bara mistúlkun og þetta nú bara, þú veist, koma strax með gaslýsingar. En ég ekki að slaufa einum en einum. Þetta eitthvað sem að þegar flestu tilvikum, ekki alltaf, þetta karlmenn, það líka þær þarna. Í flestu tilvikum, þá þau að setja þetta fram, þú veist, á netið, opinberlega, og þau hljóta þá að standa bara með sínum orðum. Og ég bara skoraði þetta fólk að, þú veist, ef að það svona virkilega hata mig, í staðan fyrir að þykjast núna allt í einu hafa samkennd með þessu ofbeldi sem ég verð fyrir, að bara standi lappinar og viðurkenna þá bara hverju þau eru. Þú veist, í staðan fyrir að vera að fela sig á bak við einhvern sýndar góðmennsku og vegna þess að ég get freka borið virðingu fyrir einhverju manneskju sem að bara virkilega trúir því að ég sé bara allt sem ömurlegt og hatar mig einlæglega og þorir að segja það opinberlega heldur en einhver sem að pukrast með þetta og senda þetta í einkaskilabóðum eða skrifið inn á lokuðum grúppum og síðan þykjast ekki kannast við eitt eða neitt þegar þetta gert opinbert. Það eru bara gungur. Þetta náttúrulega talandi sko einmitt ykkur aðferðafræði, þá þetta náttúrulega sko hörmuleg aðferðafræði bara hattursorðræðunar og í nafni skoðanafrelsisins einmitt, eins og þú segir. En hvað finnst þér þá þegar að það er náttúrulega þessi antivókismi sem sumir segja hann sé bara, það er nú eiginlega engi sem antivók og svoleiðis, en það hann náttúrulega staðreind eins og í trumpismannum, þú veist, þetta notað, þetta hugtak verður notað, það ekki sem réttlæting á því þá að réttlæting fyrir ákveðina hattursorðræðu, getur það ekki verið? Jú, auðvitað það notað, það notað og það eru náttúrulega gaslýsingar og allskyns afsakanir sem alltaf setta fram. Það engin manneskja í sínum kjarna sem trúir því að hún hafi rangt fyrir sér. Sérstaklega ekki manneskja sem narsissisti því að hún ekki tilbúin að horfast í augu við það. Ég meina fólk sem kýs Trump það trúði að það var að gera það rétta. Mikið af því núna í dag það sér eftir því en ekki út af mannréttindamálum heldur bara því að allt innu þá kostar allt miklu meira. Þannig að það algjörlega bara sjálfmiðað og bara að hugsa sjálft sig. Núna verið að taka fyrir í bandaríska þinginu frumvarp sem heitir því fallega nafni Save Act sem mun gera fyrst og fremst konum erfiðara fyrir að kjósa. Og 70 milljón kvenna munu nánast ekki geta kosið. Að þetta þýðir að þær þurfa að hafa vegabréf og fæðingavottorð með sama nafni og sko 50% bandaríkjamanna eigi ekki vegabréf. Og vegabréf kostar sko núna í kringum $160. Það fullt af fólki sem einmitt kaus Trump sem á lágmarks framfærslu, verkalýðsstéttin sem gafst upp á akkurat menntaelítunni sem hefur ekki efni á því að kjósa til þess að hefur ekki efni á því að rauninni fá sér vegabréf til þess að geta kosið af því að þau þurfa að hafa 2 skilríki og annað verður að vera fæðingavottorð og þetta verður að vera sama nafni. Nú giftar konur í Bandaríkjunum taka undantekningarlaust upp nafn mannsins ef þau eru í gagnkynhneigðu sambandi og þetta þýðir að þær verða sækjum sérstakt skírteini sem líka kostar pening til þess að sanna það að þær hétu þessu nafni fyrir giftingu. En sko hvar er óvinnurinn, skilur, ef það verða búið til óvinn, ekki sökudólkurinn, en þú veist, hver að því ef til dæmis vinstrafólk, sem sumt vinstrafólk, sem telur sig vera róttækt og í stéttabaráttu til dæmis,
kalla sig kannski ekki anti-woke en væri hægt að segja að sé anti-woke, allavega hann kemur fram að segja að sé á móti woke-inu. Svo eru það náttúrulega hægri menn og eins og trumpistar sem eru bara opinberlega anti-woke og margir á Íslandi sko, í sjálfstæðisflokki, Miðflokki sérstaklega, sem hafa komið svona fram beinlínis og talað þetta woke niður. Þú veist, maður skilur ekki alveg hvar þetta fer eitthvað á skjön, þú veist, hvar eru þau þessir til dæmis hægri og vinstri, hvar eru þau saman, hvar þá ná þau saman eða hvað? Já, sko, þú veist, það eru náttúrulega svo margir ásar bara í lífinu og í pólitík og það er ekki bara hægri og vinstri. Það er líka, þú veist, hvar þú stendur í alls konar málum. Íslendingar til dæmis skiptast leiku við í helmingsfylkingar þegar kemur að Evrópubandalaginu. Íslendingar skiptast í fylkingar þegar kemur að hvalveiðum. Við erum endalaust að skipta okkur í alls konar fylkingar. Og þannig að við þurfum að fara að finna svona ákveðin sameiginlega flöt. Hvaða flöt eigum við sameiginlegan og sammannlegan og svona fara að nálgast því út frá því. Það vera anti-woke vil ég meina að annarkvort þá skilur ekki hugtakið eða að þú ert búin að hengja það á eitthvað ákveðið sem að þú ert mótfallin og það getur verið til dæmis að þú hafir ákveðið að þetta sé hugtak sem til eingöngu svona velmenntaðri millistétt og þá yfirleitt hvíta fólkinu og þetta velmenntaða millistétt hefur alveg snúið baki við og gleymt þú veist verkalýðsbaráttunni og verkalýðsfólkinu. En málið er að þú getur ekki verið woke þú veist ef að þú ætlar að fara í kjarnan á þessu orði nema þú beri virðingu fyrir öllu fólki og eins og ég segi þá er verkalýðsbaráttan þar inni líka en ég lít hvorki á mig sem vinstri eða hægri ég leit á mig sem vinstri manneskju mjög lengi en núna þá segi ég bara ég fyrst og fremst ég er mannréttindamanneskja ég stend fyrir mannréttindum og ég get unnið með hverjum sem er ég get gengið með hverjum sem er sem að vill styðja við mannréttindi í víðum skilningi og ég er ekki tilbúin að gera afslátt af mannréttindum engra hvort sem að þú ert kona af erlendu bergibrotnu eða fötlukona eða transkona eða dökkkona það er bara, þú veist, eða dökkmanneskja þá er ekki tilbúin að gefa afslátt af mannréttindum og mér finnst leið og þú ert farin að gefa afslátt af mannréttindum ég vil þó þú sért bara að gefa afslátt af mannréttindum sumra en ekki annara þú veist, og farin að draga ykkur í dilka þá náttúrulega ertu orðin anti-woke og þá finnst mér sko, svona sem ég myndi skilgreina mig sem vinstri manneskju til dæmis mér finnst það ekki vera svona sönn vinstri hugsun, þú veist, að gefa afslátt á mannréttindum, bara ekki með neinum og ég get ekki eiginlega skilið hvernig hægt að skilja þetta að sko, þú veist, stéttabaráttu og mannréttindabaráttu til dæmis. Mér finnst það vera, eða sko ég skil hvernig það er hægt í einhverju svona strategíu, skilur, að því þú raunverulega þarft að ná til breiðs hóps og þú ætlir bara ekki að vera sérstaklega að nefna mannréttindi einna frekar en annara eða svoleiðis, en það getur maður skilið í ákveðinni svona strategíu en ég get ekki skilið að það sé grundvöllur hreyfingarinnar sko og það að einhver vinstriflokkar sjálfsagt og kannski flestir hafi snúið baki við svona þessu grundvallar réttlæti sko og finnist nóg bara svona haka við ýmislegt og sé ekki raunverulegri baráttu þá við kapitalismann að segja til dæmis að þá get ég ekki séð hvernig það eigi að réttlæta það að vera á móti að ætla að hætta að haka við skilur að ætla að bara ekki að styðja við mannréttindi
og inngildingu bara, mann finnst það svo bara furðulegt sko. Já, ég meina fólk réttlætir þetta fyrir sér á alls konar máta. Til dæmis hefur fólk réttlætt sitt hatur gagnvart transkonum að það sé að gera það vegna þess að við erum ógn við aðrar konur og það sé að gera þetta til þess að venda börnin og konunar. Það er engar rannsóknir sem sýna fram á það, bara ekki neinar. Og það er fullt af rannsóknir sem sýna fram á því gagnstæða. En þeir sem að hata aftur á móti transkonur, þeir leita og finna kannski, þú veist, einhverja transkonur sem hefur verið segum glæp. Og þetta getur þú fundið það. En þú getur fundið það í öllum þjóðfélagshópum. Og það að einhver ein transkona hafi verið seg glæp, þú veist, ein sem að þeir taka alltaf upp, sem að var kærð fyrir kynferðisglæp í Skotlandi. Og það er stöðugt verið að benda á þessa konu af hatursfólkinu og þetta á að vera sönnum fyrir því að allar transkonur séu ógeðslegar. Við getum þá bent og sagt ekki var Adolf Hitler sérstaklega flottur einstaklingur, hann kom frá Austurríki upprunalega, eru þau ekki allir frá Austurríki bara, þú veist, vont fólk og síðan getum við haldið áfram endalaust og við getum alltaf fundið í öllum þjóðfélagshópum, þú veist, rótin epli en að standa, þú veist, fyrir mannréttindum og taka afstöðu með mannréttindum sumra en ekki annara, það er, þú veist, já, ég myndi segja að það var ekki hreinræktaður vókismi og en heldur ekki hreinræktað antivók heldur. Og þetta vók eins og bara, þú veist, hefur verið bent á er náttúrulega tökuorð. Er þetta gott orð svona? Finnst þér að vera hjálplegt fyrir okkur? Sko, mér finnst að öll orð sem að svona hatrið ákveður að taka og slengja fram og reyna að nota þess að móðga og bara svipað og var gert með kvenréttindakonunnar þegar var kallar rauðsokkur og það var verið að reyna að gera lítið úr þeim, þá tóku þær þetta bara nafn upp og gerðu það að sínu. Hommanir ákveðu að taka nafnið Faggi og gera það að sínu. Já. Þannig hinsegin fólk tók nafnið Kve sem var sem þýðir hinsegin og gerðu það að sínu. Þannig að þú veist það er hluti að því að taka valdið tilbaka að bara segja, þú veist, ef fólk segir þú ert svo ógeðslega vók, bara segja takk, já, ég er það og hvað með það? Þú veist, þá ertu búin að taka valdið tilbaka og þú ert búin að gera orðið að þínu. Þannig að orðið raunverulega má segja hafið dálítið vakið okkur eins og það ber með sér í merkingunni, að þá hefur það dálítið vakið okkur til meðvitandur mikilvægi sko baráttunar, eða þú veist hvers konar gildi við viljum hafa allir grundvallar. En Arna Magnea Danks, við verðum víst að hætta núna, tíminn er búinn og erum við ekki bara búnar að sko sirka afgreiða þetta með vók? Jú, ég með langar að segja bara lokum. Já. Þú veist, ef þú ert ekki vakandi vók, þá ertu sofandi. Takk fyrir það. Þannig að við bara eigum að vera stolt af því að vera vók. Hlustendum og áhorfendum, þakka ég fyrir að vera með okkur og vonandi eru allir vakandi hérna í samræðinu með okkur og við erum sprelllifandi og sprellvakandi og ætlum meiri sig að halda samræðinu áfram í næstu viku. Ég heiti Oddný Eir og ég þakka Laufey Líndal Ólafsdóttur fyrir að varpa samræðinu yfir til ykkar og Arna Magnea Danks, við ætlum að tala myndina þína Ljósvíkingar og verðum að gera það næst því hún er alveg stórkostleg til hamingju með hana en við erum að tala vók núna. Takk fyrir það. Já, takk. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.